Já, góða kvöldið ágætu hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu. Þátturinn í kvöld er tvískiptur. Hér á eftir kemur góður hópur af sviðslista og tónlistafólki og ræðir við mig hvað áhrif kórónufaraldurinn hafði á þeirra störf og þessa geira og svona erum við ástofur á því hvað áhrif kórónukreppan muni kannski hafa á umgjörðina og líka kannski hvort að þessir áhugaverðu tímar sem að við lifum, hvort að þeir muni hafa áhrif á listina eins og þeir hafa haft áhrif á hugmyndir okkar. En áður en að því kemur að þá ætla ég að tala hér við Inga Þór Hafdísarson, hann er stýrimaðurinn á Berglín sem að ég gerði eiginlega uppreisn á þjóðhátíðardaginn. Það var ágreiningur verð á aflanum. Útgerðin lækkaði verðið einhverja og áhöfnin setti sig ekki við það og sigldi í land með tómar lestar og komu í land núna í miðnætti og Ingi Þór er komin heim til sín. Ingi, ef ég má spyrja þig svona, þú myndir reyna að útskýra það fyrir landkröppum, hvað er deilan? Deilan stendur að því að við erum búin að vera núna á veiðum í rúman 1,5 mánuð með 2 áhöfnum skiptist og á þess að við töldum umsömdu verði frá því fyrra. Það sem var ekki búið að semja neitt við okkur fyrir, þá er bara gamli samningunum gildandi og á föstudegi þá senda þeir ný verð um borð og borga eftir þeim á mánudegi og skipið kom í land á þriðjudegi og menn náttúrulega ekki sáttir töldu sér eiga rétt á öðru verði. Þannig að við áhafnaskipti á þriðjudaginn þá var tekið fundur og menn ræddu saman hvað vildu gera og það sem kom úr fundinu var að menn vildu fá vilyrði fyrir því að útgerðin myndi leiðrétta hlutinn, launin sem voru búin að vinna okkur fyrir og við færum út á sjó á gömlu verðunum og svo getum við samið vikun eftir þegar við kemum í land með hinu skipinu útgerðinni verð á áframhaldandi veiðum og þessum kröfum var útgerðin ekki tilbúin að mæta. Þannig að við færðum skipið af Löndunabryggjunni yfir á bryggju sem það mátti standa 1 viku og vorum bara tilbúin að keyra heim og þá kölluðu okkur bara aftur í heimahöfn og við ætlum bara að sigldu skipinu með bros og vör heim og tilbúin að standa okkar. Er þá, hefur útgerðin heimild til þess að tilkynna einhliða hvaða verð hún? Það er bara alls ekki, bara alls ekki einhverjum þannig fyrir sig að þegar skrifað undir samninga milli áhafnar og útgerðar, það var bara kvittað undir þá og þeim að spila til verðlagsstofu og þeir samninga hefur þá verið gildi, en útgerðin hefur ekki skilað inn samningum til verðlagsstofu í 7 ár sem að hringir ákveðnum viðvörunarbjöllum. Og að við erum með hann kvittan hann að samning, hann skal bara standa og rétt skal vera rétt. Og það er það sem að þið höfðuð aflað töluvert, þeir vildu lækka verðið afturvirkt, það er rétt skilja hjá mér það. Þeir tilkynntuð að einstaks fyrir var að hvaða verð ætti að vera á því sem að þið höfðuð aflað og höfðuð landað. Já, þeir vildu bara borga eftir sínu verðu bara á þess að við vorum búin að semja það eða ræðum það einu sinni og okkur var ekki gefið frestur á neinu Það er svo að segja, það var bara tilkynnt á föstudegi að hér var að koma ný verð og svo var bara borgað út á mánudegi og þetta er náttúrulega bara verklag sem gengur ekki En hefur það gengið? Fólk hefur haft samband við mig í gær og í dag og talið að það sem að þið eru að rísa upp sé kannski ekkert svo óalgengt. Já, ég veit ekki hvernig það er alls staðar kringum landi, en hingað til hafa útgerðarmenn oft komið með ýmsar lækkanir sem að kannski standast ekki alveg skoðun og kannski ekki verið jafn mikla lækkanir og þessi, menn hafa kannski ekki nefnt að vera að setja sig upp á háasíði fyrir kannski 2-3% sem er erfitt að rýna í. En það mönnum fannst þetta bara vera full mikil lækkun út af engri sjáanlegri ástæðu. Því þeir að bera fyrir sig erfiðar markaðshorfur og Bretland sé lokað. En málið að þessi afli á að seljast í október, nóvember og desember
og þeir geta ekkert borið fyrir sér sölutregðu þegar menn ekki eins og komnir í sölu skóna. Og svo segja þeir að Bretland sé lokað, sem bara rangt líka, því að Bretland bara galopið fyrir afurðum. Og þú veist, ég búin að hringja mörg símtöl og tala menn og þá veist þessi rök standast enga skoðun. Svo annars sem að fólk segja mig að nú verða þeir bara reknir. Þegar áhöfnin rís upp gegn útgerðarmanninum að það endar bara á einn veg að þeir verða bara reknir og þeir mun ekki fá pláss neins þar annars þar. Er það þetta sem að liggur undir í baráttunni að þið gætu lent í því að missa vinnuna og jafnvel verða svona brennimerktir að aðrir útgerðarmenn vilji síður fá grunnpláss? Sko, það eru margar leiðir í þessu, en eins og ég skil stöðuna núna, þá búið að slá risastóru skjaldborg í kringum okkur og við erum alls ekki hræddir við að missa vinnuna, sko, og ég hugsa síðasta sem útgerðarmaður vill gera núna vera að reka okkur og breyta okkur í einhverja píslavotta, sko, og varandi að vera brennimerktir, þá það líka alveg galið því að það búið að bjóða mér vinnur hérna hægri vinstri allan daginn, sko. Og þú veist, við erum allir, þú veist, við erum fáir borð, við erum allir annarkvort vel sérmenntaðir eða með sér reynslu, sko. Þannig að það var engin hræddur að missa starfið þannig séð, sko. En ég veit ekki hvernig að tækla, sko. Þeir geta náttúrulega bara lagt skipinu yfir sumari ef að samningar nást ekki og kannski fyrir þá bara stað aftur í haust á fiskitrollinu. En ég meina skipið orðið gamalt og þú veist, það ekki mikill kvóta á þessu með það. Þeir gætu lagt skipinu. Og þú veist, þá það þannig sé ekkert að reka okkur, það verður bara hægt í rekstri. En það maður verður bara að bíða og sjá hvað gerist næstu daga og það Guð veit hvað gerist, sko. Annað sem að var við þegar þessar fréttir komu var svona mikill hugur sem að hljópi í sjómenn, sem að eru svona langþreyttir af veikri hagsmunabaráttu sinna félagi. Sjómenn eru tvístraðir í mörg félög og hafa verið óánægðir með forystu sinna félaga. Og það var horft til ykkar að nú væri að vakna upp einhver svona baráttuandi sem að væri loksins, hefði lengi verið tímabær. Er þetta rétt? Hefur kjarabaráttu og réttindabaráttu sjómanna verið svona deig undanfarið? Já, eins og ég sagt, sko, þá náttúrulega veiki hlekkurinn í réttindabaráttu sjómanna að við erum tvístar út allt og þetta eru mörg félög með mismunandi áherslur og mismunandi menn í forystu og það sem við þurfum að gera að fara að koma og berjast allir saman, sko. Og en eins og með stöðuna núna, þú veist, þá hafa menn sett sig í samband við mig og flest allir sem voru borð þurftu nú allar að hringja símtali sitt stéttarfélag, þá voru allir tilbúnir könnuðu hvort þeir ættu félagsmann á borð og að fara í málin. En það bara leiðilegt að við, sko, þótt að þetta mál, sko, þurfa að fara svona leið, að þú veist, önnur mál fá ekki sama sviðsljós. Og menn þurfi virkilega, þú veist, að ýta eftir að láta leita réttinda sinna, sko. Því ég veit að við vinnum þetta mál, sko, léttilega, en það eru mörg önnur mál sem standa út af hjá öðrum sjómönnum. Og það á ekki að þurfa alltaf að leita í fjölmiðla til að fá hjálp, sko. Við eigum að fá að vera sterkari eining, sko. Eins og hvaða mál ertu með í huga þess? Nei, það hafa verið mörg mál með verð, sko. Eins og þegar útgerðir að kaupa sjálfur sér, keyra í gegnum húsið og selja herraverð annars staðar og sniðganga sjómenn þar, sko. Og rétt eins og bara með söluskrifstofur erlendis. En útgerðarmenn eru að sniðganga almenning, sjómenn skatt og annað. Og þetta þarf bara að laga. Og þetta er líkast langstærsta hagsmunamál að fá að selja fiskinn á réttu verði. Já, þetta er bara, ekki bara stærsta hagsmunamál sjómanna, heldur þjóðarinnar líka. Já. Hlutaskiptin voru þannig í eldgamla daga þá var fyrst upp í fjöru og aflanum skipt og svo sem átti bátinn og skipsturinn fekk 3 fiska og svo áhöfnin 1 og svo var haldið áfram að skipta. Kannski ættu þið bara að vera með þá kröfu að bara fá fiskinn, rækjuna eða hvað þeir að veiða, bara í ykkar hlut og geta selt það sjálfur. Já, það eru flott skipti, en menn verða að fara að átta sig því að bæði stjórnvöld og útgerðarmenn hafa bara hlunnfæri sjómenn. Ég meina, stjórnvöld settu hérna á bara, hér var tekið rúmlega 30% af hlutnum til að greiða olíu
það var tekið upp á vasa sjómann og sett í útgerðarmann. Og það virðist engum máli skipta hvort þessi vinstri eða hægri, sko. Ég meina, hægri stjórnmálin tók á okkur þessi rúmlega 30%, vinstri tók á okkur stjórnmálaafsláttinn og það ekki skrítið að sjómenn treyst ekki neinum manni sem í jakkafötum inn á þingi, sko. Þetta þarf bara að fara að laga, því þessi 30% sem búið að taka á okkur standast ekki neina skoðun. Þau borga bæði alla olíu, veiðarfæri, tryggingar, kost og allt saman og svo eru við rukkaðar um önnu gjöld, sko. Það er bara komið tíma að sjómenn fara að standa upp fyrir sínu, sko. Og heldur að þetta geti verið það sem að svona kortnesiviti mælin eða neisti sem að kveikir í púðrinu? Ég að vona það, því sjómenn hafa hingað til ekki vilja tjá sig mikið upp á. Ég persónulega aldrei verið hræddur við það. Og þú veist að ég hef oft verið skammaður hérna og þaðan að vera að segja eitthvað. En það er bara komið tími til að sjómenn fái sína eigin rödd og þurfi ekki alltaf að fela sig bak við eitthvað stéttarfélag sem vinnur kannski ekki endilega fyrir þá. Þú veist, það er komið 2020 og það er bara nýtt samfélag og samfélag manna sem á að vera réttlátt og allir bera virðingu fyrir hver öðrum og vinna sem heild, sko. Ég vona að þetta verði til þess að sjómenn ræði sína á milli og skipuleggi baráttu sína betur. Að uppreisnin á Berglín verði leiði til ekki bara til að leysa ykkar mál, heldur við að efla ykkar baráttu því að þið eru kannski svo stétt sem náttúrulega glíma raunverulega við auðvasta fólkið á Íslandi. Það fólk sem hefur mest ítök inn í stjórnmálin, sem hefur eiginlega sterkustu stöðuna. Ég held að það sé óhætt að segja það, ekki? Útgerðarmenn eru öflugur andstæðingur. Já, þeir vita alveg hvað er að gera, sko, en það náttúrulega má ekki endilega skella skuldin á þá. Þeir vinna bara eftir reglum sem þeim sett og það breytingi þarf að koma ofan. Og við erum með þeirri stöðu til að kjósa betra fólk yfir okkur, ekki bara einhverja pulsusala og eitthvað svoleiðis, sko. Ok, kæra þakkir. Ingi Þór Hafdísarson, stýrimaður á Berglín, fyrir að gefa okkur innsýn í þetta. En hingað er komið hópur af sviðslistafólki og tónlistarfólki. Hér eru tónlistarkonunnar Katla Vigdís og Bryndís Jónathansdóttir sem kemur fram undir nafninu Febrúar og sviðslistafólkið Nína Hjalmarsdóttir og Stefán Ingvar Vigfússon. Við eigum svona hálfpartinn von á Andreu Vilhjálmsdóttur sem er einhvers staðar úti í skýinu að leita að innkomu inn á þennan Zoom-fund sem þessi þáttur er. En mér langar til þess að bara ganga svona aðeins á línuna í upphæfi og spyrja ykkur svona hvaða áhrif kórónufaraldurinn hefði haft á ykkur og kannski ykkar samstarfsfólk. Því að það er vitað að hafa sett á samkomubann og þar með náttúrulega lokuðu tónleikasalirnir og lokuðu leikhúsin og lokaðist raunverulega aðgengi ykkar að áhorfendum og á heyrendum. Og svo erum við núna á byrjuninni á kórónukreppunni sem kannski erfitt að spá í hvaða áhrif muni hafa á ykkar gera. En ef við mætti bara byrja á því ef við mætti spyrja þig, Nína, hvað hafði kórónufaraldurinn áhrif á sína stöðu? Já, ég nefnilega vill svo til að ég ákvað akkurat að fara í draumanámið mitt og var stödd í New York í Performance Studies við NYU Tisch háskóla og átti bara nokkra mánuði eftir og ætlaði að fara að gera performance í opinberu rými. En ég bara tók síðustu flugvélina heim til Íslands og hélt ég gæti komið aftur eftir mánuð en það er ekki búið að vera svo. Þannig að það bara, ég færði bara allt yfir á online miðil og fór bara að skrifa í staðinn. En það sem er kannski svona verst fyrir mig er að ég var með alls konar svona hluti sem að ég ætlaði að fara að gera. Ég ætlaði að fara að vera að vinna með ákveðnu fólki, öðrum gjörningarlistamönnum og við ætlaðum að fara að búa til okkar eigið batteri og ég ætlaði að fara að eignast svona ákveðna collaboratora sem að gætu þá verið grunnurinn að eitthvað svona framtíð fyrir mig í New York. En já, núna er ég bara á Íslandi og ætla bara að fara á Hornstrandir og svo ætla ég bara að reyna að finna mér vinnu í New York á netinu og bara vonandi finn ég eitthvað spennandi. Það námið dattaði þá einhvern veginn upp fyrir því?
Nei, ég bara færðist bara yfir á netið sem náttúrulega auðvitað þið getið ímyndað ykkur í performance list, hvernig það er. En það, já, mín staða er svolítið sérstök, en auðvitað fullt af öðru sviðslistarfólki sem bara misti vinnuna og þannig. En þetta var ekki alveg besta árið fyrir mig heldur. En þú sagðir að þegar það var að byrja þá hafðir þú farið heim og svo kamstu þig tilbaka. Varstu þá á Íslandi þegar Trump raunverulega lokaði á milli Evrópu og Bandaríkjunum? Nei, þá var ég í Bandaríkjunum. Ég ætlaði ekkert að fara heim og svo allt í einu bara kikkað inn einhver svona ótti og bara meira næs að vera á Íslandi í 3 mánuði í lockdown heldur en í New York. Katla Vigdís, hvaða árið hafði kórónufaraldurinn á þig og þitt samstarfsfólk? Já, þetta er náttúrulega bara lamandi fyrir alla sem koma fram fyrir fólk og það var alveg svolítið mikið af viðburðum sem bara var cancelað og eða þú veist, sumir eru svona ætla að hafa sömu dagskrá næsta ári þannig að maður fær þá að spila fyrir sömu hátíðarnar á næsta ári en aðra náttúrulega bara alveg cancelast sko. En já, þetta er náttúrulega bara, þetta er aðalega búið að vera það sko, það tekjutap þannig en mér finnst samt svona magnaðilega að hafa séð svona livestream menningu blómstra samt á sama tíma. En allir að gera livestream og búið að vera rosa gaman að sjá einmitt eitthvað svona listafólk, þú veist, ekki bara íslenskt, heldur líka erlent sem að kannski fylgist mikið með. Séð það bara eitthvað svona heima hjá sér að spila og svona. Þannig að ég var með, þú veist, 1 livestream og hjá mér og búin að vera annað fyrir aðra síðu og svona. Þannig að það búið að vera svona líka svolítið áhugavert að sjá einhvern veginn hvað það er ekki alltaf bara ein leið af hlutunum sko. Ég hlakka mikið til að fara að spila aftur og svona. Þannig að það verður mjög gaman. Það er ekki hægt að halda hérna listinni niðri, hún einhvern veginn gís upp, en þetta livestream og svona fólk er ekki að fá mikið borgað fyrir þetta, Nei, það er náttúrulega ekki það. Þú veist, þetta er náttúrulega ekki einmitt peningur í því, en þetta samt sem byggir upp held ég samband við þá sem er að hlusta sko og styrkir svolítið mikið svona samband listamannsins við þá sem er að hlusta á músíkina og svona. Þannig að þegar að því kemur að fara að spila aftur þá held ég að verði svona svolítið sérstakt sko. Þannig að fá að hitta fólk aftur og svona. Verði svona eins og kálfarnir sem að fara út á vorin að verði allir rosa wild á síðunni. Já, einmitt. Það er bara spett og svona. Stefán, hvað segir þú? Hvernig kom kórónufaraldurinn við þig? Já, ég vinn við svona eitt og annað í sviðslistum. Ég er leikstjóri og dramatúrg og uppistandur og vinn líka við tæknimennsku. Og ég myndi nú segja að staða sjálfstætt starfandi tæknifólks hafi verið einna verst og fær svona kannski minnsta athygli. Ég hef allavega fundið fyrir því mest þar sko. En ég þurfti að fella niður einhverjar 3 sýningar og varð bara nær algjörlega tekjulaus frá því í mars og núna er það svona aðeins farið að pikka upp. Líka af því að þú veist, maður fellur svona milli kerfa sem verktaki og þegar ég ætlaði að sækja atvinnuleysisbætur eða hlutabætur fyrir minn sjálfstæða rekstur þá komst ég að því að það myndi taka mig það tæki lengri tíma að fá úrlausn minna mála heldur en ég sá fram á að vera atvinnulaus. Það var einhverjar 6 til 8 vikur sem ég átti að bíða eftir einhverju greiðslu frá Vinnumálastofnun og þessar 8 vikur væru liðnar núna þegar ég er farin að vinna aftur. Ég var í einhverjum svona livestreamum sem að ég kunni ekkert sérstaklega við. Já, þetta kom bara mjög illa við mig. Ég naut mín ekki neitt. Þú segir að tæknifólki, fólk hafi kannski ekki eins veitt í mikla athygli áttu þá við að þegar í algjöru ríkisstjórnarinnar og fleira sem er að ræða að þá er verið að auka eins við listamannalaun, setja inn einhverja svona styrki sem að fyrst og fremst kannski höfundarnir og
performerarnir sjálfur geta sótt en ljósamaður getur ekki sótt verkefni einstaðar Akkurat, og ég meina það akkurat málið, sko, það frábært að ríkisstjórnin hafi brugðist við stöðu sjálfstætt starfandi sviðslistamann og hefði meira mátt vera. En eins og þú segir, þú veist, það er í engin hús að venda önnur en til Vinnumálastofnunar fyrir tæknifólk sem hefur ekki föst laun frá stofnunum. Og þeir styrkir sem voru úthlutaðir núna voru, þú veist, flestir hugsaðir fyrir næsta leikár. Þannig að tæknimenn getur þurft að bíða bara í 4-5 mánuði eftir að fá einhver verkefni upp í hendunar. Þú mistir öll þín verkefni og þú talar að þú hefur verið blankur. Má ég spyrja svona hvað varstu blankur þessar 8 vikur? Hvað segirðu? Má ég spyrja þig hversu illa blankur þú varst þessar 8 vikur sem þú nefndir hérna sem að... Já, ef ég væri ekki á föstu með kærustunum minni, þá hefði ég sennilega þurft bara að leita aftur í foreldrahús. Já. Mitt. Ég var að fá ég er fastráðinn í litlu hlutfalli á einum vinnustað og ég var að þéna svona 100.000 krónur á mánuði þaðan. Þannig að ég var svolítið upp á kærustuna mína komin og hún er námsmaður. Þannig að hún er nú ekkert að mala gull heldur. Og hvernig lítur framtíðin á ykkur tveimur út? Já, mér og kærustunum minni. Já. Hún er svo heppin að vera bara í 100% starfi. Hún vinnur á bókasafninu á Borgarbókasafni Reykjavíkur á veturna og fær þá sumarstarf. Við ætlum að vera svolítið fyrir vestan, hún er ættuð þaðan. Svona eins og við getum. Og já, ég er að frumsýna nýja sýningu núna í byrjun júlí sem að vonandi skapa einhverja tekjur fyrir mig. Já, sumar lítur bara ágætlega út, sko. Ok, gott að vera það. Andrea, þú hefur ratað hingað inn til okkar. Já, Ég er svona bara að ganga á línuna og spyrja svona hvernig kórónufaraldurinn hafi komið við ykkur og kannski svona ykkar samstarfsfólk, þessi lokun á sviðunum og sörunum og svona hvernig horfurnar eru. já, einmitt. Heyrir alveg vel í mér? Já, mjög vel. Ok, gott. Sko, svona persónulega þá var ég frekar heppin að ég var í föstu starfi til lok mars, en ég var verkefnalaus alveg í 2 mánuði á meðan COVID stóð yfir og þar af leiðandi launalaus. Og ég var að vinna við sýninguna Nýju líf áður en og það var bara sett á samkomubann bara þegar við vorum búin að sýna 3 sýningar. Þannig að sú sýning hefur náttúrulega bara legið í dvala og verður tekin upp aftur í ágúst. Á vonandi Nýju líf, svo sýning. Já, einmitt. Já, svona persónulega þá hitti það mig þannig, sko, en annars hef ég það samt bara gott, sko, eins og er. Ég er með nóga verkefnum eins og Listaháskólinn tók upp á því að eins og Háskóli Íslands að sækja ég held við höfum sótt styrki til þess að vera með sumarnámskeið og mér bauðst að kenna þar námskeið í 3 vikur sem er frábært framtak og algjörlega frábært fyrir fólk sem er í listum og er kannski tekjulaust yfir sumarið og hefur þá eitthvað svona hlutastarf til að grípa í. Og líka bara upp á framtíðina, sko. Það væri æðislegt ef að Listaháskólinn myndi halda þessu áfram að vera með svona námskeið eða vinnustofur á sumrin. Það er eitthvað sem ég held að COVID svona kenndi að væri gaman að halda í. Eitthvað sem var afleiðingar þessa tímabils sem væri gaman að myndi lifa áfram. Þetta er jákvæða sem kemur út úr slæmum tíðindum, það gerir stöndum. Já, það er eitthvað svona, mér finnst eins og þessu námskeið eru svona bæði krakkar sem vilja fara kannski í listnáminu, veit ekki nákvæmlega hvaða, en líka bara það komu inn á námskeið hjá okkur bara fólk úr senunni, sviðslistamenn sem eru menntaðir en vilja nýta tækifæri til þess að fá eins konar vinnustofu til þess að nýta tækifæri á meðan það er kannski lítið að gera til þess að vinna í sínu dóti og nýta námskeiðin svona sem
eitthvað svona feedback eða svona að fá endurgjöf og samtal sem að mér finnst alveg mjög frábært. Gaman er þessi tveir hópar blandast saman og læra hvorum öðrum og þegar að listamönnum gefst færi á að hefja samtal við aðra listamenn þegar það ekki kannski eins mikið af verkefnum í boði og hefur verið. En á hverju lifir fólk með að vera námskeið? Þetta námslánahæft eða? Ég ekki alveg viss hvernig þetta en námskeiðir kostaði bara 3.000 krónur og við erum hálfan daginn, þannig að kannski fyrir þá sem eru í verkefnum eða eru með eitthvað annað samhliða og geta síðan verið að þróa einhver verk sem að jafnvel er að sækja styrki fyrir eða eitthvað svoleiðis, þá geta þau nýtt þennan tíma á svona workshopi til að vinna verkefni sín áfram, styrkja hugmyndirnar sínar. En svo held ég að einhverju nemendur hafi fengið, þeir sem ákveða að vera í sumarskóla út af COVID, eru þá skráðir á námskeið og eru þá á námskeiði til að fá, námslán. Ég held alveg það vilja námslán meira heldur en þessa 9 eða 10 mánuði sem annars væri. Já, einmitt. Og skulda meira þegar þau koma úr námi, þá? Já. Það fylgir. Því miður, ekki eins og listnemar sé ekki að borga nógu mikið með sér nú þegar. En já. Bryndís, þú sagði mér að þegar ég talaði við þig fyrir þáttinn að þú værir ekki háð tekjum af þessu sviði. Þannig að þú sagði við mig áður fyrir þáttinn að þú værir ekki svona háð tekjum af listinni. Þannig að þetta kannski ekki komið eins við þig eins og þau að lýsa? Nei, akkurat. Þú veist að ég í bara fullu starfi til liða við tónlistina og reyndar nýkomin úr fæðingarorlofi líka. Þannig að það var ekki kannski tekjulega séð þess að þetta hafði mikil áhrif. En ég var ekki út plötu og þegar COVID skall á þá var ég byrjað að undirbúa bæði útgáfuna og útgáfu tónleika og fleira og það var bara allt í pásu, þú veist. Þannig að og þeir staðir sem ég hafði verið að tala við varðandi útgáfu tónleika, þeir eru bara lokaðir. Þannig að þetta, maður sér alveg hvað þetta að hafa alveg gríðarlega mikil áhrif. Þú veist, það ekki bara tónlistarfólki, þetta líka sem staðirnir og þá auðvitað eins og Stefán talar tæknifólki líka. Þetta alveg bara, þetta hafði bara yfir nótt óbúslega bara rosalega mikil áhrif á lifandi tónlist. Áttu þá við að staðirnir séu ekki lokar vegna þess að það megi af opið, heldur hafi sumi staðirnir bara einfallega dáið í lokunartímanum og ekki náðu að opna aftur? Bara farið á hausinn. Já. Það var sagt í Bandaríkjunum, það var rétt að áætla það og það var talað að líklega helmingurinn af þeim veitingastöðum sem var lokuðu myndu að ekki opna aftur. Já. Þetta hefði svo gríðarlega áhrif. Já, nákvæmlega. Það náttúrulega þetta auðvitað erfitt stundum rekstrarumhverfi heima líka var út af sveiflum en þegar eitthvað svona kemur upp þegar bara allt bara stoppar yfir nótt, þá þetta ennþá erfiðara sko, sérstaklega þegar það eru sumir að opna síðan aftur en ég meina margir staðir þeir líka lifa á að hafa mikið af ferðamönnum og þetta breytist líka þannig að þetta búið að vera maður sér alveg að þetta er okkur mikil áhrif. Og ert þú tilbúin með plötu og eiginlega tilbúin í að fara í því að kynna hana en kemst ekki í gang? Já, þú veist, það sem ég er búin að gera það er bara þú veist, ég að kynna hana bara á netinu. Þú veist, og reyndar núna ég að skipuleggja sem sagt að vera með svona mikrótónleika og frumsýning á myndbandi. Þannig að þú veist, það er svona allt að opnast núna þannig að maður getur byrjað að skipuleggja tónleika og fleira en það er svona rétt bara að komast í gang. Kunnið þið að reyna að meta það eitthvað svona hvaða áhrif þetta getur haft að þessu leyti að þessi lokun geti svona höggvið skarði í þetta? Við vorum í þessu þætti hérna fyrir einhver síðan þá vorum við að tala við fólk sem var í hagkerfinu og meðal annars fólk sem tengdist listum og svona þá var talað að þetta geti leitt til þess að margir listamenn sem hefðu verið að reyna að byggja upp sína list fyrirlegt í hvernig við viljum líta á það það kemur sem áfall og það kannski bara að gefist upp og það væri
Þetta væri það mikið áfall, alveg eins og með staðina, sem að kannski svo sem reka staðinn, hann hefur ekki aflið í sér orkuna og peningi til þess að fara í gang aftur. Það sama ánáttúrulega við listamenn sem eru raunverulega að reka saman sig og halda utan á sig. Það getur verið að svona áfall verið til þess að það sé bara erfitt að fara í gang aftur. Það kemur mér ekkert rosalega mikið óvart að það nú eitthvað skorið niður í launasjóði sjálfstætt listamanna núna á næstu, bara kannski strax á næsta ári til þess að bregðast við þessum halla sem að ríkisstjórnin í. Þannig að ég hugsa að það sé allavega mjög margir listamenn að fara að flýja í nám eða jafnvel snúa sér að einhverju öðru, sko. Ég allavega farin að hafa augun opin fyrir mastersnámi. Og út af þá svona, Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra, hann hefur sagt þetta að næstu fjárlög verði erfið og við þurfum strax að byrja að horfa í það hvernig við ætlum að skrúa niður. Síðan hefur hann reyndað dregið í land og sagt að það sé kannski ekki á næstu 2-3 árum sem er tími til þess að sækja þetta. Þetta séum að horfa kannski þegar að kreppan er búin að 5 ár þaðan í frá, sem hann hefur nefnt. Heldurðu, óttastu það að jafnvel geti orðið minna úthlutað í listamannalaunum núna heldur en var áður að COVID kom? Ég hugsa allavega að ef það þarf einhvers staðar að skera fitu, þá teljast listir fita hjá hinu opinbera. Vá, ég fæ alveg svona sting í hjarta við að heyra Stefán segja þetta. Já, ég líka. Bara erfitt, þú veist, við erum eins æðislegt það er verið að styrkja listir á Íslandi og sérstaklega sviðslistir. Þá erum við samt með svo mikið úrvalsfólki í sviðslistum sem er að vinna hérna og sækja í þessa sjóði og láta rosalega gott af sér leiða með sinni list, sviðslist, að ef það eitt að fara að skera eitthvað á það yrði bara áfall fyrir senuna, sko. Það eru svo margir hópar sem að reiða á þetta og í rauninni þurfa á þessu að halda. Að ef það eitt að skera niður, sko, það er nógu sko, snaumt skammtað. Ef það á að skera það niður, þá held ég að það verði bara algjört reiðarfall fyrir sko, sviðslistasenu á Íslandi og framþróun senunar. Hún myndi þá allavega breytast alveg svakalega, held ég. Já, við líka sjáum það að við erum þegar sko, með allt og lítið til að vinna úr og það sást núna þegar þetta auka framlag kom að rithöfundar voru að fá miklu meira heldur tónlistamenn og sviðslistamenn, þó svo að tónlistamenn og sviðslistamenn voru að missa algjörlega sitt lífsviði væri. Og sama tíma verðum við sko að hugsa í stóru myndinni að hvað er það sem við erum búin að gera núna í þessum vírus, að við erum búin að vera að njóta listar. Listin er búin að vera að koma okkur í gegnum þetta og sko sviðslistir eru list augnabliksins og það er svo gríðarlega mikilvægt að viðhalda þessu nána sambandi á milli áhorfandans og þáttakandans og þú veist, ég held að neikvæðustu afleiðingarnar af COVID er að við erum búin að missa þetta samband og þú veist, við erum félagsverur og á svona tímum þá leitum við í eitthvað sem að tengir okkur, þú veist, sem að tengir okkur við mennskuna, við samfélagið og tengir okkur við það sem að nær lengra heldur en skilningur okkar. Þannig að þess vegna er listin svona mikilvæg og þú veist, af því að þannig líður okkur, þannig tengjumst og okkur líður minna ein og minna tím. Og þannig að þú veist, mér finnst bara að þessi tími ætti að vera tækifæri þannig að við getum byggt betur framtíð og endur ímyndað okkur þennan strúktúr sem kom okkur í þessar aðstæður. Þannig að við getum hugsað og búið til eitthvað kerfi sem að setur fólk í forgang. Þannig að þegar næsti heimsfaraldur gerist, þá er hægt að borga listamönnum en í staðins að vera að segja þeim upp eða biðjast afsökunar. Og það mikilvægasta sem að ég held að þurfa að gera er að innlima listir og menningu inn í þennan samfélagslega strúktúr þannig að þeirra gildi sé viðurkennt sem er þessi áhrif sem þið hafa til þess að sameina fólk. Og bara borga líka, kannski bara pæla ekki borgaralaunum. Svo horfir á stjórnvöld, ríkisstjórnina núna, finnst þér líklegt að hún muni framkvæma þessar breytingar sem þú ert að byggja? Ég veit það ekki, ég held að stjórnvöldin séu ekki endilega sá staður sem að stóru breytingarnir muni gerast í. Ég trúi að hlutinni muni gerast upp á við frá fólkinu.
Og með því að við sjáum til dæmis það sem hefur verið í gangi núna í Bandaríkjunum, að þessar hugmyndir það að fara að taka peninginn frá lögreglunni og setja hann í það að samfélagi geti séð sína. Og ég allavega trúi því að þessi krísa sé eitt skref í áttina að einhvers konar breytingum, af því að við getum ekki lifað áfram í þessu neoliberal kapitalista kerfi. Við erum bara öll að kafna. Og bara, þú veist, bara talandi það, bara ég get minnst á dæmi að sýning sem að ég gerði síðasta sumar með leikhópnum mínum Sálufélagar, þar vorum við að takast á við hvað að vera Íslendingur og ímynd Íslands og hverjir passa ekki inn í þessa ímynd, til dæmis blandaðir Íslendingar. Og gagnrýnin sem við fengum á þessa sýningu í Mokkanum var, hvað þetta? Af hverju þið að tala þetta? Það engin, þú veist, basically bara verið að segja, þú veist, að þetta veri erindislaust að vera að tala rasisma á Íslandi, af því að það engin rasisma á Íslandi, sem þessi Nordic exceptionalismi, sem þessi hugmynd. Og ég bara svona velti því fyrir mér ef svona gagnrýni myndi koma á sýningu í dag, með allir vitundavakningunni sem í gangi núna í samfélaginu, við sjáum blanda Íslendinga vera að tala þetta, hvort að svona gagnrýni myndi koma í dag. Og það gefur mér von að hugsa þetta og sjá bara í fólkinu í kringum mig og sjá umræðurnar bara á barnum og já. Kalla við því, það mátti heyra af því sem Stefán var að segja að væri svona að listamenn eru aftarlega, þeir eru ekki það sem að stjórnvöld hugsa fyrst og svona fljótlega skori niður eða það að skera ykkur það niður. Það hefur komið fram hér að fólk missi vinnuna sem í svona verkefnum og það getur ekki fengið atvinnuleysisbætur, það ekkert svona kerfi sem að tekur við, það bara ekki gert ráð fyrir þetta fólk sér til, það ekki búin til svona öryggisnet fyrir það, vegna þess að það bara litið svo á að það sé ekki til eða þá að það bjargi sér með einhverjum hætti, það sé ekki verkefni eins og opinbera að gæta því að sko listafólk lífi að við gerum kóruna. Eru þið svona aftarlega í huga samfélagsins eða ráðamanna eða hvað? Já, sko, mér finnst einhvern veginn að þetta skína svo í gegn það hvað listir eru sterknar alveg aftast af öllum svona tómstundum. Ég finn að mér finnst listir ekki bara tómstund, þú veist eins og að vera í tónlistanámi bara það nám. En það oft einhvern veginn á öllum svona stigum samfélagsins, hvort það sé í grunnskóla, menntaskóla, háskóla eða bara, þú veist, opinber infrastruktúr í samfélaginu, þá einhvern veginn alltaf einhvern veginn þessi keimur af því að listin fær alltaf svona að mæta rest. Og þú veist, og til dæmis núna var ég að klára menntaskólan og það einhvern veginn miklu meiri struktúr í kringum, ef þú ert í íþróttum, þá veistu bara nákvæmlega getur farið á íþróttabraut og þá allt bara búið að raðast upp fyrir þig. En þú veist, maður var alltaf bara einhverju veseni með einingamál fyrir einhverjum próf sem var að taka í tónlistarskólanum og það var alltaf einhvern veginn svona miklu minna kannski sem maður fékk fyrir það og svona minna séð það í rauninni á meðan það var einhvern veginn allt annað fékk einhvern veginn alltaf einhver rosa lyftingu. Og þú veist, og núna ég að klára sumarið fyrir vestan og síðan að fara suður í háskóla og Ísafjarðarbær alltaf einhver svona rosa mikið að monta sig af listafólk héðan og þetta bara fullt af frábæru listafólki að vestan og margir sem vilja vera að vestan og ekki að vestan og segja samt vera að vestan af því það svo gaman að vera að vestan. En þá það einhvern veginn samt á sama tíma bærinn aldrei að gera neitt sérstakt. Mér finnst fyrsta skipti núna voru þeir að byrja með svona skapandi sumarstörf eins og þeir búin að vera í Garðabæ, Kópavogi og víða annars staðar á landinu. Og það rauninni svona fyrsta sem ég sé í Ísafjarðarbæ, en þú veist bara opinbera sveitarfélagið vera að gera eitthvað til þess að ýta undir listir. Og auðvitað kemur það núna út af þessu COVID, sko. Að það svona ýtti við þeim að styðja við listafólk. En ég veit ekki hvort að það hefði komið ef að COVID hefði ekki lamað samfélagið okkar alveg, sko. Þannig að maður svona að reyna að horfa á björtuhliðarnar að, ok, þá þetta kannski eitthvað að vakna hjá fólki hvað listin skiptir okkur miklu máli. En þetta það náttúrulega líka, eins og ég segi, þú veist þessi tekjumissir og ég náttúrulega ótrúlega heppin, skilur að vera bara ennþá eitthvað að var að klára menntaskóla og var bara í foreldrahúsum
og gat bara verið heima hjá mér og ég bara átta mig svo vel á því hversu heppin og mikil svona forréttindi maður með, sko. En þú veist, þetta verður erfiður vetur, maður veit ekkert hvernig það verður að fá vinnu með skóla í sumar og svona út af þessu. Þannig að, já, þetta er svona mínar pælingar. En á heimurinn að vera svo grimmur að maður sé bara feginn að vera ennþá í hreiðrinu eða eitthvað, ekki hafa farið út í heiminn? Upplifur að heimurinn sé svona grimmur? Þú veist, það er náttúrulega alltaf, að lifa er hark og ég held að þegar maður er, þú veist, orðin eldri og kannski búin að svona setjast niður að þá mun maður ekki kunna meta það nema að maður kannski fór í smá hark þegar maður var yngri, en mér finnst samt staða ungs fólks þú veist, á Íslandi samt vera náttúrulega bara ekki, þú veist, það er bara allt mikið, einhvern veginn bara húsnæðismarkaður og leigumarkaðurinn og bara allt í kringum þetta að vera í háskóla og ætla að reyna sérstaklega eins og maður er að koma utan að landi og þar, þú veist, þá getur maður náttúrulega ekkert verið í foreldrahúsum og maður er bara heppinn ef maður á einhvern að og það er rosa erfitt fyrir krakka að koma hérna og flytja suður. En þú veist, ég er ekki að segja að mér finnst að allt eigi að vera eitthvað rosa easy af því það er náttúrulega bara lífið er ekki þannig, en þetta er náttúrulega komið út í svolítið svona allt of mikið og er bara víða í heiminum og við erum náttúrulega á Íslandi almennt séð þegar það er náttúrulega gott og erum rosa forréttindið, en já, þetta þarf samt ekki alveg að vera svona absúrt, sko. Það hefur verið sagt COVID að það er svona galdrar COVID, það afhjúpar alls svona hluti. Það afhjúpaði til dæmis, ef ég má tala um hvað leiðilegt er svo hagfræði, afhjúpaði hvað hugmyndir sjálfstæðan seðlabanka og peningaprentun var eiginlega heimskuleg. Afhjúpaði þessa hugmyndum að ríkið ætti ekki að vera drifkraftur í uppbyggingu atvinnulífs. Svo afhjúpaði það hvaða störf raunverulega eru mikilvæg í samfélaginu og hver eru það kannski síður. Svo afhjúpaði það hversu grimm stéttaskiptingin er og hvað hún hefur bara áhrif på líf og dauða og hversu grimm kynþáttaskiptingin í Bandaríkjunum er og hvað hún getur bara drepið. Er það ekki þannig að COVID hafi afhjúpað mikilvægi listamanna? Jú, algjörlega. Og ég meina eins og það var sagt hérna áðan, þá er það sem fólk gerði í samkombanum var að horfa á sjónvarpir og leik, eða þú veist svona, hvað er að segja, þarna livestream og þú veist, listamenn vera að reyna að miðla sínu til áhorfenda þrátt fyrir þetta og maður einmitt leitaði, þú veist, maður fór að neita svona meiri afþreyingar og ég held að það sé fólk sjálfur rosa mikið átt að segja á því hvað lífið væri litlaust án listar, sko. En listamenn fengu ekkert fyrir þetta. Það var verið að gera hálfpartinn verið að gera grín af fólki sem að labbaði út á stétt og klappaði fyrir hjúkrunarfræðinga út alla Evrópu og sagt, þú veist, okkur er bara borgið mikið almennileg laun. Hérna erum við hjúkrunarfræðingar í kjaraskerðingu og fólk ætlaði að vera að klappa fyrir þeim. Listamenn fengu ekkert að klappa. Það er engin sem að... Já, það er samt bara rosa mikið oft og vonandi breytist þetta, en tíðarandinn er líka bara rosa oft þannig að listafólk á að gefa vinnu sína. Þú veist, maður stundum fær maður þú veist, þetta er svo lítið og sætt við að það er engin peningur í boði og síðan fær maður, þetta er svo rosa stórt að þetta er sjá svo margir þetta að þá þarfst ekki að fá borgað. Þannig að það er öll flóruna þessu hvenar fólki með alls konar ástæður af hverju það eigi ekki að borga manni og ég hugsa náttúrulega að það sé alltaf bara rosa erfitt til dæmis eins og fyrir, þú veist, grafíska hönnuði og svona og fólk kann ekki ofta meta þetta er vinna sem fer og hugsun og svo mikið sem fer í bara alla öll listform og það er bara því miður að fólk lítur eins og listamenn eigi bara að gefa vinnuna sína. En vonandi einhvern veginn reynir að horfa á þannig að vonandi er, þú veist, allavega eitthvað að vakna. Ég finn að það sé, þú veist, þetta er rosa slengt ástandið. En að vonandi svona átta sig betur á því hvað það er mikilvægt. Bryndís, má ég spyrja þig þetta? Af því að þú ert í vinnu og
fornríkjasleppinni. En heldurðu að COVID geti haft svona galdra áhrif á þetta eða getur það jafnvel verið að sko staða listamanna versni af því að þeir ösnuðust til að fara að gefa vinnu sinni enn frekari mæli í svona streymi? Já, það er alltaf góð spurning hvaða áhrif þetta mun hafa, það að það jókst svona mikið streymi, eins og við erum að sjá hérna heima að nú eru tónleikastaðirnir að opnast og það er byrjað að selja inn á tónleika og svona, en þetta er ekkert að gerast í nágrannalöndunum okkar. Þetta gerist mun hægar á mörgum stöðum. Þannig að jafnvel þótt að við kannski getum farið svona smám saman hægt af stað, þá eru náttúrulega margir sem eru kannski með stærri markað erlendis. Við myndum hafa ennþá meiri áhrif á. Þannig að og þar þetta fólk þarf náttúrulega líka að passa sig á því að ef það er of mikið búið að gefa, ef það er orðið of mikið normið að fá eitthvað fyrir ekkert, þá getur það haft áhrif á seinni tíma tekjur og hversu mikið fólk er tilbúið að borga. En það sem ég líka séð að lönd í kringum okkur hafa verið að gera, það er að vera með streymi sem er selt inn á. Þannig að þetta er kannski líka, en maður sér það að það er að koma önnur bylgja, þá er alveg spurning hvort að viðskiptamódeli breytist líka aðeins. Og þeim mér finnst alveg jákvætt að listafólk hafi í raun og veru kannski séð það sem sína svona samfélagslega ábyrgð að létta undir fólki á þessum erfiðu tímum. Þá er spurning að ef það kemur aftur sá tími að það verður ekki hægt að spila allir opinberlega, þá er alveg spurning hvort það verði bara meira normið að reyna að finna okkur hvernig, þetta er bara alveg eins og með streymið. Þegar það var download, þá þetta kom enga tekjur úr því og þá breyttist bara viðskiptamódeli. Þá var það bara þannig, það kom Spotify, það var iTunes, þar sem að þú getur keypt tónlistina og þannig að ég held að hlutirnir aðlagast alltaf svona aðeins með tímanum, en svo er bara spurning hvenær það skilar sér til listafólksins sjálfs. Ef ég má bæta við, þegar ég heyri þetta einhvern veginn að fara að aðlaga módelið, það er einhvern veginn ekkert mikilvægara heldur en að viðhalda, finnst mér, þessu samtali á milli áhorfenda og listamannanna. Og það er bara eitthvað sem við þurfum að berjast fyrir að finna leið til þess að halda. Persónulega finnst mér ekkert gaman að horfa á livestream, en það er kannski bara ég. En það er líka svo mikið af þessu sviðslistamönnum sem að búi til þátttökulistaverk eða sviðslistamönnum sem að reiða sig á að fá þetta feedback frá áhorfendum sem munu bara að missa það, Já, ég er alveg sammála því, en ég er að tala að ef það skyldi loka aftur, og því að við erum svo heppin að það er að opnast allt hjá okkur, en ef að út af kannski ef það kemur önnur bylgja, ef það lokar það er ekki möguleiki, þá náttúrulega þarf maður að finna út af því, og því það gengur ekki bara upp að vera, eins og fyrir fólk sem að vinnur 100% eins og tónlistafólk, það getur ekki bara verið tekjulaust í langa tíma, þá verður það að finna einhverja aðra möguleika. Já, algjörlega. Ef við verum að pæla í framtíð listarinnar samt yfir höfuð, þá held ég það sem að muni gerast og ég vona eiginlega að gerist, er að það er svo mikil, og það er þessi, eins og ég sagði áðan, þessi neoliberíska hugsun, er alltaf þessi áhersla á afurð sem er þetta að selja. En sviðslistir til dæmis eru kjörið tækifæri til þess að við getum í staðins að leggja áherslu á sýninguna, lagt áhersluna á ferlið. Og ef við sjáum það eru störf í heiminum að fækka, tæknin að taka við. Í framtíðinni þá munum við ekkert allir geta fengið sér vinnu við það sem þeir vilja. Og það sem ég held að sé mjög mikilvægt að gera er að kynna sköpun fyrir öllum. Þannig að allir geti orðið listamenn á einhvern hátt og allir geti upplifað, sköpunarferli. Þannig að, já, það er sem ég held og vona að muni gerast. Ok, má ég snúsa við og spyrja Andreu, hvaða áhrif hefur þetta einir áhugaverðu tímar sem við lifum, sem er náttúrulega æði sérstakir, það er svona miðalda farsótt, það er dýpri kreppa heldur við sést í 130 ár, nú þurfum við að fara að læra hvað er langa kreppa, það er það sem er líkinguð okkur, það er uppreisn á götunum sem að fólk hefur ekki séð síðan 1968 en aðeins, ekki bara í Bandaríkjunum, heldur víða heim.
svo kallar áhugaverðir tímar sem að Kínverjar óska engum að lifa. Hvað áhrif mun þetta hafa á listina? Stundum gerist það í sögunni að allt í einu verður svona straumhvörf í hugmyndaheiminum og það sem áður var bara virkar ekki einum megin og allir þurfa að endurnýja sig. Er kannski of snemmt að velta þessu fyrir sig? Já, kannski ekkert of snemmt. Þetta er áhugaverð spurning. Umhverfi hefur náttúrulega alltaf áhrif á listamanninn og þú veist, það hafa náttúrulega verið bylgjur í gegnum tíðina, listamenn sem að bjuggu til kollektív listamannahópa sem að reynda að reiða sig algjörlega á eigin sköpun, vera óháðir peningum, kemur ekkert á óvart eða eitthvað svipað myndi eiga sér stað, eitthvað svona, já, að listamenn fari kannski að huga öðrum viðfangsefnum. Mér finnst rosa mikið núna listamenn að vinna með náttúruna, samskipti náttúrunnar, manna og náttúru og við plöntur. Mér finnst það eitthvað verið að koma sterkt núna. Ég svona, mig grunar að fyrir marga hafi COVID sem svona einhver svona stopppunktur og þetta tímabil kannski verið eitthvað svona tækifæri til þess að hægja á og íhuga málið. Fólk fór að hugsa hvað skiptir raunverulega máli, hvað sögur skipta raunverulega máli, hvað sögur vil maður segja, hvaða sögur vil ég segja til þess að færa hugmyndir mínar betra líf og framtíðina inn í nútíðina. Ég hafa upplifað svona vott af þessu í kringum mig og ég svona get alveg sagt að ég fór sjálf í gegnum þetta ferli að maður hægði á sér og maður fór að hugsa hvað skiptir mér raunverulega máli sem listamaður, hvaða verkefnum vil ég vinna að. Þannig að mögulega mun það kannski hafa áhrif á svona hvaða sögur við veljum að segja, eins með líka bara þessar umræður rasisma og svoleiðis, þú veist, hvernig ætlum við að viðhalda og vera framsækin í að fjalla fjölbreytileika og gefa fleiri hópum í samfélaginu rödd. Og mér fannst ofboðslega flott hjá Alexander og Ásgerði sem unnu grímuverðlaun fyrir sprota ársins fyrir Reykjavík Dansfestival sem búið að vera með prógram sem að vinna að því að auka fjölbreytileika og listræna stefna þeirra. Og þau töluðu þetta. Þetta áfangi sem þau eru að ná, en það alls ekki þar með sagt að það sé eitthvað hægt að stoppa. Það verður bara að halda áfram. Og já, ég vona fyrir samfélagið mitt og samfélagið í heiminum að þetta sé það sem við séum að læra. Að við vöndum okkur og við förum að hlúa að listsköpun og ég er sammála því sem Nína segir að við förum að hlúa að sköpunarkraftinum. Bara að sköpunarkrafturinn og ímyndunaraflið er ofboðslega mikilvægt afl, ekki bara fyrir listamenn, heldur bara í öllum geirum samfélagsins, öllum vinnustöðum. Í öllu frumkvöðlastarfi og bara hvernig við aðlögum okkur, hvernig ætlar landbúnaður og sjávarútvegsiðnaður og allir og ferðamannaiðnaðurinn, hvernig ætlar hann að aðlaga sig og vera skapandi í því að breyta til, þú veist, að aðlaga sig. Það er eitthvað sem við erum að læra, við þurfum að geta aðlaga okkur. Þessi veira örugglega ekki, þú veist, svo síðasta í bili, við erum örugglega að fara að sjá fleiri. Þannig að ef þetta er raunveruleiki okkar næstu árin, þá er eins gott að kunna skapa. Stefán, má ég spyrja þig koronaveiran hefur dregið fram svona þörf fyrir samstöðu og svona. Nú er líka dregið fram gríðarlega stéttaskiptingu og misskiptingu í samfélaginu og húun. Heldur að munum við sjá róttækari list, munum við kannski sjá list sem að reynir að ná til þessara mikilvæga fólksins sem að enginn hafði hugsað eða horft á þangað til að kórónuveiran kom og afhjúpaði hver er að vinna mikilvæg störf í samfélaginu. Það skiptir máli undir það að segja. Það væri náttúrulega
mjög skemmtilegt að sjá það, en ég get kannski bara helst talað fyrir leikhúsið og það sem að flækir málin fyrir leikhúsið, það rosalega mikill svona yfirbyggingarkostnaður og til þess að sviðslistamenn fái laun þá dýrt í leikhús, þannig að einhvern veginn þyrfti sú breyting kannski helst að koma hinum einn frá, þú veist. Það þyrfti að auka fjárframlög til sviðslistafólks til þess að við getum boðið efnaminna fólki. Ef við horfum til Borgarleikhússins og Þjóðleikhússins, þar sem að miðinn kostar eitthvað fáránlega mikinn pening. Búa til ferðapassa í leikhúsið, eins og það verið að bjóða ferðapassa til þess að fara að gista út á landi, af hverju má ekki bjóða ferðapassa til þess að fara í Þjóðleikhúsið eða Borgarleikhúsið? Já, það var náttúrulega geggjað, sko. Og svo kom aðeins eitt sem að Katla nefndi áðan varðandi aðgengi fólks utan að landi. Það var kennari sem ég var með í Listaháskólanum á fyrsta ári sem að talaði sko ef að fjölskylda á Fáskrúðsfirði, minnum en hafi sagt, vill fara í Þjóðleikhús Íslendinga, þá kosti það meir en 100.000 krónur, sko. Ég held að hann hafi sagt 150.000 kall. Það þarf að koma sér til Reykjavíkur, gista þar, borga síðan miða. Ef þetta eru söngleikur, þá miðan í raun og sér einhver 40.000 kall eða eitthvað. En þú veist, við viljum náttúrulega alltaf vera róttæk við sviðslistamennirnir, hversu vel það gengur og ef við segjumst allavega að vilja það, alltaf vera róttæk. En síðan erum við líka að þjóna borgarastéttina mjög miklu leyti, þú veist, af því að það borgarastéttin sem að fer í leikhúsið. Ef við getum einhvern veginn breytt áhorfendunum þá ferðapassi væri góð hugmynd, sko, en líka bara aukin niðurgreiðsla á miðum, þú veist, það absúrt að það kosti 7.000 kall að sjá sýningu í Þjóðleikhúsinu eða Borgarleikhúsinu. Tjarnabíó er öllu skárra, þar kostar miðan í kringum 4.000, svona 3.000–4.000 kall. En fyrir efnaminni hjón eða efnaminni fjölskyldu þá það samt stór biti. Fyrir nokkrum áratugum þá fór Þjóðleikhús út á land. Það voru líka margar sýningar sem fór út á land og inn á vinnustæði. Það var svona, ég var ungur, þá var meira það að listin var að teygja sig út til, einmitt til þess að losna út úr þess að þú ert að segja að vera ekki lokaður inn í herbergið sem að borgarastéttin mæti bara og hrista í pertuvestunum. Það var að leita vegna þess að listin nærist á áhorfendunum og áhorfendur og alltaf með sömu áhorfendum sannum þá náttúrulega súrnar svolítið í skálinni. Ég má grípa þennan bolta. María Thelma var hérna í einhverju spjalli daginn. Ég vann sýningu með henni sem hét Velkomin heim, skrifaði hana með henni og leikstýrði sem við settum upp í Þjóðleikhúsinu. Við vorum mjög meðvitaðar að við værum að fara að sýna fyrir ákveðin áhorfendahóp sem hefur ákveðin forréttindi í samfélaginu og það var auðvitað svona að einhverju leyti ósk okkar að geta boðið fólki inn á sýninguna og veitt einhvern afslátt og þá kom að því bara hvernig gerum við það, hvernig einhverjir hópar sem við getum náð til, við reyndum að ná til menntaskólakrakka og bjóða þeim afslátt, þú veist, að ná til ákveðna hópa til að fá þau í leikhúsið, bjóða þeim smá afslátt sem við gátum boðið upp á sem sjálfstætt starfandi leikhópur í samstarfi við húsið. Og það auðvitað einhver fórn sem maður færir með því sem listamaður, eins og Stefán segir að yfirbyggingin dýr. En það frábæra við það að hafa sýnt þessa sýningu í Þjóðleikhúsinu að á þeim tíma var ákveðið að Þjóðleikhúsið fór með sýninguna hringinn í kringum landið fyrir alla 8. til 10. bekkinga á landinu. Þannig að það eitthvað svona skref til þess að ná til ungu kynslóðarinnar með verk sem á endanum reynist að það að skipta mjög miklu máli, þetta umræðu efni sem fjallaði hvernig það að vera litaður á Íslandi og vera af tilheyra tveimur menningarheimum. Þannig að Þjóðleikhúsið að fara með sýningar fyrir barna- og unglingasýningar, en það auðvitað rétt að það mætti vera mikið meira það út á landi. Ég held að það sem væri líka sniðugt fyrir sveitarfélög út á landi að setja smá pening í rýmin sín svo að þau séu færum að taka á móti sýningum, ferðasýningum
Þannig að það þarf náttúrulega ákveðin búnaður að vera til staðar og það væri æðislegt að geta fyrir fleiri sviðslistahópa að sýna meira út á landi vegna þess að rýmin í Reykjavík eru núna til dæmis næsta árið frekar þétt setin og það eru pottþétt fleiri hópar sem myndu vilja sýna annars staðar en í Reykjavík. Já, ég myndi kannski bæta eins við þetta varðandi að bæta aðstöðun út á landi en líka kannski að sveitarfélög út á landi myndi setja smá fjárstuðning í það að geta boðið til dæmis listafólki eða sviðslistafólki eða tónlistafólki að koma og greiða því það laun fyrir. Það svo rosalega oft að til dæmis tónlistafólki að fara hringinn í kringum landið og sko mikið af tekjunum bara að fara bara í kostnað og bara svona nánast að borga með sér vegna þess að það kannski bara borga með einhverju svona matarmiðum eða og þau að taka með sér alla græjur og lítið allt sem þarf í raun að vera til staðar. Þannig bara svona aðeins til að bæta við það að það þarf náttúrulega að hugsa meira til þess að það þarf að greiða fólki fyrir vinna sína og fyrir að vera að fara út úr bænum og halda sýningu. Ég verið að spyrja Kötlu þessu að því að hún út á landi. Viltu fá eitthvað fólk að sunna í Ísafjarðar? Já, ég er nú alls ekki að segja þetta það sko. Auðvitað er bara alltaf ógeðslega gaman að fá fólk á land og það er allir rosa glaðir með það. En mér finnst bara fyndið að heyra þetta eitthvað svona, en ég skil það náttúrulega með að borga fólki fyrir að koma út á land, en ég meina við fáum ekkert borga fyrir að fara til Reykjavíkur, en það er alltaf þessi kostnaður fyrir okkur. Okkur sem eru búsett út á landi og erum að reyna að starfa sko. Og það er náttúrulega bara annarkvort að kaupa flug og þá borga fyrir farangur eða Þú ert alltaf með þennan kostnað sem þau eru að benda á að væri kannski í svona tæplega helmingnum að sínu starfi. Þú ert bara með hann í eiginlega. Já, og maður hefur alveg mist eitthvað, verið bara eitthvað, fólk hefur bara hætt við að því að það þarf að borga fyrir ferðarkostnað og svona, sem alltaf leiðilegt, en maður náttúrulega tekur líka ákvörðun, þeir sem búa hérna, þetta náttúrulega val og fólk vill búa hérna og maður verður náttúrulega líka að taka því að þetta þetta náttúrulega ekki höfuðborgin en það bara, mér finnst bara svolítið fyndið að heyra þetta af því að þetta svo mikið svona, ég bý út á landi, ólst upp á landi og sé einhverju Reykjavík, skilur, bara svona mismunandi einhvern veginn hvernig maður oft setja hlutin í samhengi og svona. En tillagan kannski að fólk fái stuðning til þess að fara Ísland. Þannig að þú fengir líka stuðning til þess að fara suður og til Fáskrúðsfjarðar og til Vestmannaeyja. Það er eitthvað kostnaður sem maður þarf líka alltaf að gera ráð fyrir þegar maður er sjálfstætt starfandi listamaður ef maður ætlar að vera að ferðast á milli. En ég held líka bara þetta að setja aðeins í rýmin, að rýmin geti tekið á móti fjölbreyttri listastarfsemi, það væri sveitarfélögunum til góða. Og það er frábært út á landi líka sem að gerast, það verið að reka hátíðir og af mikilli elju og fórnfýsi og miklum dugnaði á nokkrum stöðum út á landi, ég er ekki að segja það, en það má samt bæta í sum rými víðsvegar, sérstaklega fyrir sviðslistir. En ég held líka að það væri alltaf lagi að eitthvað að sá viðbúin að það kæmi líka svolítið að sunnan, því að Þjóðleikhúsið hefur skyldu til þess að ferðast út fyrir höfuðborgina og það finnst mér, það fer mikill peningur í Þjóðleikhús, það fer mikill peningur í Borgarleikhús og sem bæði frá Reykjavík og hinu opinbera. Mér finnst alveg eðlilegt þá líka, að til þess að Þjóðleikhúsið geti sinnt sínu skyldu til þess að ná til allra landsmanna, að Þjóðleikhúsið fjárfesti í að byggja upp, eins og gert víða, að byggja upp sýningarrými annars staðar en í höfuðborginni. Þannig að hvort það væri samtal milli höfuðborgar og Þjóðleikhús og sveitarfélag, en mér finnst allavega ekki eðlilegt að láta ábyrgðina alla á minni byggðarlögum.
Nei, algjörlega, þetta er 100% samtal og samvinna og ríkið að taka þátt í svona uppbyggingu. Þeir eru öll listamenn og þeir eru öll ung og listamenn eru svona hópur sem að er svona jaðarhópur í samfélaginu. Gert ráð fyrir því að hann vinni eiginlega langt undir öllum lágmarkslaunum og því með mörg dæmi ykkar feril þar sem eru raunverulega að gefa vinnukar eða fá sko algjörlega smánarlega greitt. Svo eru þau líka öll ung og þið eru eiginlega fyrir kynslóð sem að sagt er að búið við lakari efnahagslega stöðu heldur en foreldrakynslóðin, að það sé að hrörna efnahagsleg staða ungs fólks og það er ekki bara því að þið eru jaðarsett á vinnumarkaði mikið í svona harkvinnu og með minni réttindi, lægri laun. Ég held að það sé mjög ábyrgandi núna og ég finn enn frekar heldur en 2008 að ungt fólk hafi mist vinnuna í hrönnum þegar kreppan kom. Það er allavega það sem að ég skynja einhvern veginn meira núna heldur en áður. Það er mikið af ungu fólki sem bara misti vinnuna bara eiginlega leið og galli í bjöllunni að kreppan væri komin. Svo þeir eru líka jaðarsett á húsnæðismarkaði, erfitt fyrir ykkur að koma þar inn. Sumi hafi flúið heim aftur, sumir út á leigumarkaði þar sem að leigusalar blóðmjólka þar líkt og tekið sem þið hafið og starfandi götunum. Sumi ykkar eigi börn og hafið þunga framfærslu, skuldi námslán og starfandi götunum. Og þá kemur spurningin. Hvort ræður meiru í svona hálf jaðarsettri stöðu þar, að þið eru listamenn eða að þið eru bara ung og tilheyrir þessi kynslóð sem að er gert ráð fyrir að það geti bara bjargast, það geti bara búið út í bílskúr eða og vinnu svona dag og dag hér og þar ef við finnum það. Hver þorir þessu? Vá, þetta er alveg töff spurning, sko. Svona í fljótu bragði þá myndi ég halda að mögulega, sko ég var í menntaskóla þegar fjárhagskreppan fór yfir. Og svona það setti ákveðið strik í reikninginn einhvern veginn, bara þú veist, heimsmyndin breyttist en og já, þú bara allt sem þú segir, það á við mig. Ég er ekki á markaðinum, ég er í leigu húsnæði og er búin að vera að safna mér í svolítið langan tíma og þegar ég sá fram á að vera tekjulaus í 2 mánuði þá gat ég bara séð reikninginn bara þú veist, bara hríðfalla og ég þurfti bara að halda í hver einustu krónu og eins og Stefán bendi á, þú veist, staða okkar hjá Vinnumálastofnun er náttúrulega bara líka ákveðið jaðarsett og því að þau veit ekki alveg hvernig það takast á við fólk sem ég misti hlutastarfið mitt sem var svona fastinn minn, þú veist, ég var í hlutastarfi og sjálfstætt starfandi. Þannig að ég myndi segja fyrir mig, þú veist, ég er bara erfitt með að greina, ég held að það að vera listamaður held ég, vegi meira heldur en hitt, en kannski er það bara svolítið mikið bæði. Já, ég held að ég sé sammála þér, Andra. Ég var líka í menntaskóla þegar kreppan kom á. Ég man eftir að ég hugsaði, ég var 17 ára, bara vá hvað ég er glöð að ég er 17 ára en ekki 27 ára. Og svo gerist þetta hérna núna. En ég meina, ég hefði alveg getað valið það að fara í viðskiptafræði eða eitthvað og það hefði eflaust verið betra fyrir mig fjárhagslega en bara ég og margt annað fólk höfum einhvers konar öðruvísi köllun og kannski aðeins minna saman peningana. En já, ef ég maður aðeins hugsa sko í stóru myndinni þá en að því þú varst að tala um það áðan hvernig COVID er búin að afhjúpa samfélagið þá Fröys hjá Nínu. Það er kannski rafmagnslaust hjá henni. Má bjóða ykkur að taka þennan bolta? Stefán. Hann er það. Blessaður, ég er með á mute. Ég var bara að byrja að tala, sko. Já, ég hugsa nú að starfsvalið hafi meira áhrif á þetta heldur en aldurinn. Maður sér mikið af mínum jafnöldrum sem fara í jakkaföt á hverjum degi og keyra upp í Borgartún á einhverjum dýrum bíl. Sem ég tengi ekkert við, sko. En ég sá það alveg
þú veist, ég er búin að senda, ég held að systkini mín séu mjög þreytt á mér, ég senda þeim skilaboð vikulega og spyr hvað ætti að fara að gera annað heldur en leikhúsið, sko. Mér leiðist svo mikið bara við allt annað, þannig að kannski er það athyglisbresturinn minn sem að jaðarsetja mig meira heldur en mest af þessu öllu. Get ekki, ég helst ekki í neinu öðru starfi. Já, svona þegar Stefán setur þetta í þetta samhengi, þá held ég að starfsvettvangurinn vegi kannski meira. Nína er komin aftur innan úr skíinu. Já, sorry, Þú var að slá botnin í þáttinn, við erum búin að teygja þetta svolítið langt, þannig að nú, ok, Ekki við hjá þér og við að slá botnin í þetta. Já, ég veit ekki hverju datt út, ég var að hugsa bara það sem að ég bara byrjaði að hugsa núna, sko, þessa umræðu listamenn, landsbyggðina, lita Íslendinga, að það er þessi hugmynd sem þarf að breyta, sem er hugmyndur það hvað er að vera Íslendingur og mér fannst það svona að vera besta dæmi þegar þetta myndband kom þarna í miðjum COVID, þarna ferðumst heima við, hétt það ekki það, sem að fína og fræga fólki var að syngja og það var að syngja það að maður gæti nú bara tjaldað inn í bílskúr eða farið upp í bústað og það var bara þetta við og þetta var, ég var bara, hvað meinaru? Hvað með allt fólki sem á ekki bústað og á ekki bílskúr sem er að halda upp í samfélaginu núna. Fólki sem vinnur í Bónus, fólki sem vinnur við að þrífa, listamenn og já, það þarf bara rosalega mikið að endurmeta þessa hugmynd og það er eitthvað sem ég held að sé á ábyrgð hvers og eins og það er það sem ég vona að muni gerast út frá þessu, eða svona það góða sem kemur út úr þessu ástandi. Láttu það verða lokaorðin, hvatningu að endurskoða meðal annars hugtakið við, að það er nota óhóflega af þeim sem að einangra annað fólk frá en bara með notkuninni og hvernig þeir nota orðið við, að þeir sem að hlusta vita þeir passa ekkert inn í þetta við. Kannski er það líka verkefni, langstærsta verkefni okkar því að við getum náttúrulega ekki læknað samfélagið okkar eitthvað með samfélagið en við höfum eitthvað hugmynd hvað við erum. Kannski vantar okkur bara nýtt við til þess að búa til. Og sömuleyti þá er það þráður sem hefur verið í þessum samtölum við Rauðaborðið. Það er einhvern veginn, hvernig getur einhvern nýtt, kröftugt við orðið til sem við getum nota til þess að búa til betra samfélag. En ég þakka ykkur hérlega fyrir að sitja með mér og velta fyrir ykkur þessum áhugaverðum tímum sem við lifum. Fyrst í þættinum kom Ingi Þór Hafdísarson, hann er uppreisnarmaður og stýrimaður, stóð fyrir uppreisninni ásamt reyndar áhugnameðlumum sínum uppreisninni á Berglín sem sigldi í Höfn í deilum við útgerðarmennina á hvaða verði á að selja fiskinn. En núna undan síðustu mínúturnar þá höfum við sittið hér og rætt við sviðslistarfólk og tónlistarfólk. Katla Vigdís, hún er söngkona hljómsveitarinnar Between Mountains og Bryndís Jónasdóttir sem er söngvaskáldið Febrúar og svo sviðslistarfólkið Nínu Hjálmarsdóttur, Stefán Ingvar Vigfússon og Andru Viljámsdóttur. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhugaverð samtal og hlustendur fyrir að hlýða. Svo sjáumst við aftur á morgun, þá er 19. júní og mig grunar að við ræðum þá eitthvað kvennabaráttu, kannski kosningarétt og lýðræðisvettvang. Fyrirgefðu, má ég bæta inn eftir að segja þetta að ég er bara vinkona, eða þú veist, ég er bara ég er bara ég er tónlistarkona en ekki bara söngkona. Nei, þú ert tónlistarkona. Við biðst velvirðingar og hafið það í huga. Allt í góð. Hafið það í huga. En takk fyrir mig. Takk fyrir.